Frábært að fá þig hérna aftur. Takk fyrir, takk. Og gott að vera komin. Langaði þetta að byrja á þessu sem varst að tala áðan með þessar, vorum að tala hérna aðeins fyrir áður en við settist með þú sagðir sko þessar mæli einingar sem við erum alltaf að hengja allt á. Já, við erum alltaf að bíða eftir einhverjum sérstökum augnablikum með þetta eins og ammælisdagar sko, það var alltaf breytast áramótin og það alltaf verið að hengja sig á eitthvað í framtíðinni það sem að skiptin eiga sér stað og nú varst að tala sólmyrkvann áðan og það að þetta væri sem sagt samkvæmt fullt af merkilegu fólki, ég ætla ekki að gera lítið úr því að þá sé þetta tímapunktur í okkar tilvist og tímatali þar sem að þessar breytingar sem við erum búin að vera í að það gerist eitthvað stórkostlegt, eitthvað mikið og ég segi, erum við ekki búin að ná utan um það er alltaf að hengja ábyrðina á einhver augnablik utan okkar, skal ég segja þér ábyrðar við erum okkur í einstu augnabliki að draga andan viljandi eða óviljandi. Það er að segja búa til okkar tilveru út frá ásetningi, tilgangi og heimild. Og við byggum lífið til eins og það er. Það gerði það engin annar. Og spurningin er eftir hverju erum við að bíða? Hvað þarf? Hvenær er þegar? Hvaða augnablik er það sem að verður til þess að við erum tilbúin til að verða þakklátt, vera í vitund, vera ást, vera í friði? Eftir hverju erum við að bíða? Þetta er mjög góða punktur og gott að velta þessu fyrir sér að því að það líka í sko, þegar það var að tala um svona hluti ég nefndi þetta nú bara við að því að ég sá sko, mér var sendt eitthvað myndband í gær á Dolores Cannon sem var mikið að kann alls konar hluti og hún talaði þennan dag sko, 8. apríl 24 þegar það er í sólmyrkvi þá yrði svona, það væri svona alveg svona skörpskil inn í nýju svona, ef maður segja tíðina. Já, nýju tíðina svona úr þrívítinni yfir í svona að tíðin væri að hækka en það er alltaf áhugavert einmitt í svona þessum andlega heiminn en gæsalappa hvernig fólk vil sko jafnvel ef þú ert ekki að taka ábyrgð á eigin lífi þú veist, það er kannski bara mataræðið þetta er ekki nógu gott, þú ert ekki búin að vera lúa nógu vel að þér og svo skýrir vanlíðanum þína með einhverjum sólmyrkvum eða hvar tunglið er statt og það er svolítið áhugavert eins og þetta segja, þá ertu náttúrulega bara að varpa ábyrgðinni frá þér. Já. Við erum að horfa á heim sem er í gríðarlegum umskiptum. Þú metur það svoleiðis? Já, og þetta er eins jákvætt og það getur verið þó þessi sárt að því hingað erum við komin. Þetta er það sem við gerðum. Það er Úkraína, það er Kína og Tævan, það er Ísrael og það má benda á Afríku, það má benda víða en það er í sjálfu sér uppgjör í alls konar orkum og mannkynið sem slíkt að það lifir í skelfingu, ótta, skorti og vanmætti og það þarf að verða uppgjör. Það er svo fáið sem eru tilbúin að taka ábyrgð á því að við erum sjálf að skapa þetta. Okkar ótti, okkar vanmáttur, okkar, hvað ég að segja, enska orðið prejudice, það er að segja fordómar að trúa því til dæmis við séum ekki fordómafull, það er engin sem er ekki fordómafullur það er allir fordómafullir og svo bara hvað að fordómar henta þínum ótta það er engin að hræða þig nema þú hver er það sem veldur þér skelfingu og vanlíðan annar en þú hvað er heimilisofbeldi annað en þín hegðun í eigin garð sem að laða svo að sér einhvers konar samvinnu við verðum á einhverjum tímapunkti ef við ætlum að hafa einhver áhrif á þessa tilvist okkar að stíga inn í það eina hlutverk sem getur haft áhrif þar að breyta viðhorf gagnvart okkur sjálfum og ef við ætlum að hengja þetta á sólmyrkva eða 17. júní þá erum við bara að búa til aðra fjarveru, aðra frestun til að taka ábyrgð á okkar birtingu. Við getum engu breytt í þessum heimi nema okkar viðhorfi til okkar. Og þegar það breytist og kemur inn í samhygð og kærleika og alúð þegar þú sannarlega vilt þig með húð og hári eins og þú gerðir þig þá er þetta moment sem að sólmyrkvinn á að vera að færa okkur. Einmitt og það er áhugavert einmitt það sem að maður hugsa sko segjum nú sem svo að það sé bara eitthvað mikið til í þessu að þú veist það sé bara þessi dagur þá sé bara verða og núna sé bara verða tíðnisbreyting í heiminum þá er samt einmitt þessi spurning sko að ef þú hengir það á eitthvað dagsetningu eða eitthvað ytra þá ertu ekki að ná að stíga inn í það að byrja að lifa það og manifesta það.
og við segjum bara sem svo að það myndi núna helmingur jarðarbúa ákveða að í dag ætlum við að stíga inn í nýja vídd þá værum við að stíga inn í nýja vídd Akkurat, og þetta er vel orðað að ég ætla að segja síðan þegar þú ert að bíða að þá kemur morgundagurinn og þá fyrir að hugsa hvað, af hverju ekkert breytt einmitt af hverju ég eins í dag og ég var í gær þú veist, eftir hverju var ég að bíða og svarið maður alltaf að bíða eftir sér bíða eftir sér Já, bíða eftir að þú þín sál, þín vitund, þín vera mæti það ekki, þú veist ef það vantar eitthvað í lífið þitt þá það mjög einfalt, það þú það vantar ekkit annað í okkar líf heldur en okkur Hvar að ég nú langaði mig að ég er einmitt búin að punta þig á mér áður en komst að mér langaði svolítið að setja fókusin á þetta sem við erum að tala bara ábyrgð að því ég held að talandi öll þessi umskipti í heiminum að þá eru klárlega líka það eru tveir pólar sem að verða mjög áberandi og þeir eru að takast á það annars vegar pól fórnarlamsins og hins vegar pól ábyrgðarinnar Þetta svolítið, ég ætla ekki að segja nei við þessu að því að ábyrgðin svolítið merkileg og þegar við segjum að þetta séu tveir pólar fórnarlambið sem það sem við segjum þiggjandinn og kvartandinn og vanmátturinn og píslavotturinn og ásakandinn að þá erum við að tala eitthvað sem að vill ekki taka ábyrgð á því hvað við erum búin að búa til Svo kemur hitt sem ábyrgðin þar erum við að tala mögulega viljandi skapar í vitund eitthvað sem að skilur afleiðingar af tilvissinni Ábyrgðin svo flókið konsept á íslensku eins og að taka á sig byrðar. Það ekki frelsi. En þegar þú verður valfær, vilti eins og þú ert, að þá getur þú viljað viljandi. Annars þetta vilja óviljandi. Og þá komum við öðru, að því þú segir að þetta séu að takast á séu tveir pólar. Það ekki tveir pólar. Að því að það ekki með einn af hverjum 10 sem tekur ábyrgð. Það ekki með einn af hverjum 10 sem að velur sem tekur ákvarðanir. Hinir 9 alltaf að bíða. Á hverju byggjur þessa tölu 1 af hverjum 10? Þetta er bara staðreind í mannfræðum að það bara 1 af hverjum 10 sem tekur ákvörðun. Hinir taka ákvörðun og taka ekki ákvörðun. En að því það sem að varst að nefna þetta með þetta sem að gerast í heiminum og ég held að þetta sé frekar augljóst að það eru mikil umskipti í gangi og mikið að gerast og allt þetta og ég er svo lítið búin að setja mig innsæðið mitt segir mér ákveðna hluti Ísrael, Palestínu innsæðið mitt segir mér ákveðna hluti Rússland, Úkraínu en ég sé þetta svo mikið þannig að ég sé mér dettur ekki í huga frá að setja mig inn í þetta frá degi til dags, hvaða voru margir látnir þarna, eða hvað að gerast þarna vegna þess að ég sé þetta svo mikið þannig að ef maður skoða bara æðruleysisbænina ef ég ekkert að fara að gera í þessu þá miklu vænni lausn að ég skoði hvað ég að búa til stríð í mínu eigin lífi og hvað get ég gert til að sjá til þess að ef allir í heiminum væri að hegða sér eins og ég að hegða mér þá væri ekki stríð og það það sama ég var að vísa til áðan að við getum ekki breytt okkar eigin viðhorfi ef þú innleiðir ekki friðið þinni tilvist þá verður aldrei friður þannig að við getum haft þessi áhrif en að því að þú sagðir að það væri átök á milli þessar að tekja afla að þá vildi ég taka það skýrt fram að það væri ekki átök ef það væri eitthvað jafnvægi í þessu skilur að Ég skildi Það sem svo merkilegt eins og við erum að horfa á Bandaríkin Ertu þá að meina að það væri nógu margir að taka ábyrgð þá myndu átökin sjálfur á að hætta Já eins og í Bandaríkjónum þar engin ábyrgð það bara verið að benda, verið að ásaka réttlæta, útskýra og afsaka það engin að taka ábyrgð það allt öðrum að þakka það að kenna og í lífi okkar þegar þú ásakar einhvern eða einhvað það hvernig þið líður eða hvar þú ert ekki þá ertu orðin fórnarlamb þannig að allir sem ásaka réttlætur reiði, mannvonska eða einhvers konar aggression í orkunni fórnarlamb. Nákvæmlega frábær punktur. Hvar, mér langaði að spyrja þig út í að því við erum að tala ábyrgð. Að því þá hugsa, það sem kemur kannski fyrst svona fyrsta hugmyndin með því þarf að taka ábyrgð á eigin lífi að þá kemur ægi og ég þarf að vera svolítið harður en einmitt, bara það sem ég að upplifa núna, ég sagði frá því að ég fekk matareitrun á leiðinni heim frá Sri Lanka
og þá einmitt sko, svo ég bara ennþá slappur og líka, ef ég væri bara mjög tjúnaður í að hlusta á líkamann minn, þá þarf ég bara að hvílast en ég fer strax í við þurfum bara að fara að drulla okkur á stað, við þurfum bara að fara að gera eitthvað hérna og einmitt bara fara að æfa onni hálf veikindi, fara onni í kaldapottin onni hálf veikindi, þá svona og hugsa, já, ég að taka rosa ábyrgð á því ég ætla ekki að vera, en á endanum maður í raun og ekki að taka ábyrgð þannig, að því maður í raun og bara í einhvers konar sjálfshörk sko, sem engin lausn. Nei, og þú ert að segja, ég þoli ekki við í einn ávist við þessar aðstæður. Algjörlega, ef það er eitthvað sem ég enn að reyna að æfa mig, þá það að kunna að vera lasin og kunna þegar líkaminn minn að segja við mig að ég að hvílast. Þú ert ekki lasin þegar þú vilt þig. Það engin skortur þegar þú vilt þig, þá ertu heill. Þegar þú vilt þig ekki, þá ertu lasin, þá ertu veikur. Já, ég meina, þetta í raun og veru eins og bara Byron Katie talar sko, loving what is, að þetta viðnám við því sem Já, þú ert að hafna þér og ætlar að beita þig ofbeldi til þess að telja þig trú það sé betra að vera vondur og reiður og hrindaður og sparki þig. Hvað myndir ráðleggja? Því ég held að sé mjög margir sem tengja við sko að vera ég þekki mjög mikið af karlmönnum sérstaklega sem tengja við að vera svipaður og ég að það að þú kannt ekki sérstaklega vel að vera í mildi við sjálfa þig og vera í eirðaleysi og einmitt þurfa bara að hvílast og gera ekki neitt. Sko þetta þjálfun af því að eitt af þessum að því að tala um ábyrgðina og að taka ábyrgð svo sérkennilegt íslenskt orð. Á ensku þá segjum við responsibility. Getan til að velja viðbragð. Annars vegar, svo það andstæðan sem reactive, impulsive, compulsive. Það sem bara að bregðast við eins og dýr við ákveðnar aðstæður. Alltaf í vörn, alltaf í vanmætti. Og ef við skoðum þetta ennþá nær þá vitum við það að responsibility þýðir ability, geta. Andstæða þess disability, vanmáttur. Koni mér segir ég með ekki nota þetta orð en það ákveðin fötlun og fötlun ekki líkamleg, hún huglæg, andleg. Þannig að þegar við viljum ekki það sem þá erum við að hafna okkur. Og ef það til synd, þá það þessi persónulega höfnun sem við erum að beita í okkar eigin garð. Þegar við viljum ekki vera eins og við gerðum okkur, hvar sem þá erum við að afneita, yfirgefa, ásaka og hafna okkur. Það kúnstin þegar maður kemur í þessa stöðu eins og þú veikir þig og svo viltu þig ekki. Ef að þú byrjar á því að horfa á það og skilja að þú ert í viðnámi gagnvart þessari útgáfa af þér, þá þarft ekki að vera í viðnámi gagnvart viðnáminu. En þú mætir í áhorf, þú leyfir þér að hlúa að einhverjum hluta að þessari birtingu á þess að hafninni. Þannig byrjar heimkoman, af því að við erum þraut þjálfuð í fjarveru og ofbeldi, en við erum mjög lítið þjálfuð í vitund og veru. Þetta góða punktur þetta sem við erum að tala með viðnám við viðnáminu, af því að ef þú nærða kveikja á núvitundaperunni og fattar ég í viðnámi gegn því sem Já, ég vorkinu mér. Já, að þá mitt allavega þetta, sko, þá fyrsta skrifið allavega að segja, ok, ég ætla allavega bara að vera vitni að þessu viðnámi. Já. Í staðin fyrir að vera að veita viðnáminu meira viðnám. Já, þá ferðum við athygli í viðnámið og ef við skoðum orðið viðnám þá þýðir það að vera við nám. Það kennslustund. Og viðnámið fjarvera, alltaf. Athygli vitund sem vera, alltaf. Leið og þú ferð ekki viðnám út viðnáminu, þá ertu. Þá viltu þig, þó þú sérst í viðnámi. Og þetta þjálfunin. Það bara ein orka sem ást. Ást athygli, ást kærleikur, ást þakklæti. Allt annað viðnám. Og allar þrengingar og við getum eins og nota annað og ennþá skilmerkilegri útgáfa þessu. Shakespeare sagði to be or not to be. Að vera ekki. Ég segi að vilja sig eða vilja sig ekki. Vitund heilindi. Á meðan að fjarvera óheilindi. Að vera ekki heill. Allur á staðnum. Þetta sem þú ert að segja með orðið responsibility, það náttúrulega áhugaverð þýðinga þetta íslenska orð ábyrgð. Í raun og veru, það náttúrulega svolítið kannski, bara kom strax upp í hugan minn sko,
geta til valfærni eða eitthvað slíkt? Já, við byggum til orð, Ingibjörg Gísla, Greta, vinkona mín, við byggum til orð í setinu sem er hreinlega valfær og svo ertu vanfær eða óvalfær og hugsaðu þetta að val er öflugast orð sem til á íslensku. Það er val, það er vilji, það er vald, það er viljandi og það er valdandi. Og það er ekkert orð sem ég þekki sem hefur eins mikla yfirbörðu í framgöngu. Þegar þú verður ábyrgur, valfær, þá ertu orðin valdfær, við kallum þetta empowered á ensku. Þá ertu allt í einu orðin það gæfuríkur að þú getur búið til ferli valið far í þinni tilvist. Þangað til ertu bara kækur eða vani. Og þegar þú ert vani, þá ertu vanaður, skiptir einhver máli hvort hann er jákvæður eða neikvæður, þú ert fastur á klafa og ef þú breytir einhverju, þá koma fráhvörf eins og þú varst að lýsa. Þú mátt ekki vera svo útgáfa af þeim Sölva sem var fyrir veikindin og þú ferði í viðnám og fráhvörf gagnvart í birtingu og ert að leita leiða til að blekkja þig tilbaka. En hinn leiðin er líka að veita því athygli, leyfa þér að vera það sem þú ert, að þá ertu búin að ná þér. Og þegar maður er búin að ná sér þá verður maður heill. Þetta er áhugavert að velta fyrir sér þessum skilyrðingum að því þú, ég man ekki nákvæmlega hvernig þú orðar á hann og tala þú veist að búið að þjálfa okkur mjög mikið í okkur hlutum. Já, við erum ekki búið að þjálfa okkur, við erum þrautþjálfaðar fjarverur. Já, við erum þrautþjálfaðar fjarverur og þá hugsaum að við búum í samfélagi sem aftur, talandum ég var með ungan mann í daginn sem er búin að gera mjög mikið tilraunum á sjálfur sig varðandi mataræði og annað og við vorum alltaf að tala þú veist að eitt það er ekki verið að gera okkur auðvelt fyrir þegar þú lappar inn í matvöruverslun og bara 80% af því sem er þarna inni og það sem er mest áberandi er ekki matur og er ekki gott fyrir okkur en það þýðir ekki samt að við samt þegar við erum komið með vitneskjun hvað er gott fyrir okkur þá getum við samt valið þó það sé ekki verið að gera þetta auðvelt fyrir okkur en maður hugsar að við búum í samfélagi þar sem að hraðin er alltaf að aukast og við erum með þess að síma og þú veist að því þetta sem þegar ég hef verið í þessum þriðja heimslöndum sérstaklega þegar ég hef verið í Afríku, í Tansaníu þá veldi ég fyrir mér hvað fólki hérna er upp til hópa öflugt í að sitja horfa til loftið og gera ekkert það er auðvitað, þú hoppar ekki frá því að vera búin að vera í dópamin hringekju á hverjum degi alla daga í áraraðir yfir í að vera allt í einu ofboðslega góður í að sitja bara með sjálfuður og gera ekkert. Nei. Er það ekki eitthvað atriði sem að við þurfum hægt og rólega að þjálfa okkur í til þess að þetta geta setið með sjálfum okkur? Þetta er góð spurning og vangavelta. Talandum næringuna 93% cirka af því sem að þú getur keypt út í verslun er eyðilagður matur. Það sem er búið að slíta þetta úr öllu samhengi við ljósmagn og lifandi hluti. Þannig að þetta er svolítið áskorun. Því ekki þessi ekki hægt, en þá eigum við fisk og lambakjöt og talsvölda grænmeti, en við þurfum sjálf að taka ábyrgð á því hvað við erum að næra, sem því að færa sér nær sér, og innbyrða. Saman hvort það er félagskapurinn, símarnir, maturinn, hvað það er sem við erum að gera, hver ásetningurinn, hvað erum við að næra fjarveru eða vitund veru. Og þetta er svo áhugavert, en þetta með að færa sig eða koma, veist þú eitthvað sem hefur vaknað til vitundar án þess að hafa valdið sér talsvöna sársauka? Nei. Ég veltiði fyrir mig hvort þú manneskja sé til. Það er misjafnlega mikil óþægindi en alltaf eitthvað áreiti sem að gera það verkum að maður þarf að fara að breytum viðhorf gagnvart sinni tilvist og hvað maður er búin að framkalla sjálfur. Það bjóð því enginn til nema þú. Þitt líf, þín tilvist, hvar sem þú er samansafnað þeim augnablikum sem þú hefur lifað með þínum hugsunum, öndun og annari öðru háttalagi. Og við getum kallað þetta á ensku, á íslensku er þetta hiving, conditioning á ensku. Við erum búin að búa til hegðanir út frá forsendum sem við lærðum, ekki sem okkur var kennt, að því að við lærðum það sem hentaði okkur inn í okkar sögu. Svo höldum við áfram í þessari sögu, þá gengur sagan ekki upp.
þjáning. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.